út ljós leiðarans. Ég Tommi og ég komin aftur. Ég reisi mig frá daufum. Ég kom að norðan og með mér Óli. Já, velkomin inn aftur. Gott að fá þig. Vonandi naustu þín í fríinu. Já, ég lá upp í sófa og horfði á þig þjást það einan í útsendingu. Þetta var svakalegt, maður. Já, þetta var gott. Smá veikindi, allt í góðu. Já, og en bara gaman og gott að fá steypu í backupið. Frábær. Já, bara gefum honum mikið hrós fyrir að koma og stíga upp og hlaupa í skarðið. Og það kom svona eitt svona óvænt skemmtilegt út úr þessu sko. Ég fekk alveg gott feedback suma svona kommentunum sem ég var að koma með í flyoverinu sko. Venjulegast þegar ég reynt að tala lítið þá sko. Kannski það bara tími til þess að vera með einhverja af þessum bröndurum sko. Já, hiklaust. Þannig að maður lærir. Maður lifir, maður lærir, en í kvöld þá áhugaverð sería að fara að eiga sér stað. Það Saga á móti Nista. Þetta eru 2 lið hérna sem eru sko, ég myndi segja kannski ekki á nákvæmlega sama stigi í heila konseptinu, en ég verð að kommenta það að Nisti með uppáhalds-lógóið mitt í allri deildinni. Mér finnst það geggja logo. Já. Bara mega alveg eiga það. Mér finnst Saga líka að vísu mjög töff sko. Já. Sagan enda lítur út eins og sko tribal tattoo á svona 50 gaur breta sem sérð á Tenerife. Mér finnst það lúka eins og dreki. Hvernig sérðu dreka? Jú, ég reynda að sé það. Ég sé það núna. Þetta er þetta kjálkin hérna? Já. Já, ég sé það núna. Þetta svona, ég sé það smá svona dreki. Ég les svona eitthvað svona mythical veru og þessu svona saga. Já. Þú veist, Íslandíkasögurnar. Sögulegt. Já, það Drekar og Ísland náttúrulega eiga saman. Já, landvættirnir okkar sko. Já. Þannig að, en Neisti, þú veist, mjög töff og stóra spurningin í kvöld náttúrulega bara hvort að þessi Neisti geti orðið að báli. Nice. Þessi var góður. Ja. Það spurning hvort að við eigum grafíkina yfir sem sagt lið Nista, því að þetta tiltölulega nýtt lið að koma hérna inn og line-upið svona Daffy, Baddi, Robbe, Ravens og Lost Luck, yfirleitt þekktu sem The Lost Luck, því að það náttúrulega annar Lost Luck starf úti og þetta hinn ein sanni, en Daffy og Baddi, þeir koma náttúrulega frá IA-liðinu og Daffy, in-game leader, ég að fara að hitta hann á morgun, beint á Drangsnes, þetta rosalegt, en samt sem áður logoið alveg frá þetta lið, þetta áhugavert lið og ég mjög spenntur fyrir að sjá hvernig Baddi aftur að plumma sig, því hann var í svona örlitlu backseat hlutverki og var að svona reyna að ankora sæt og svo framvegis fyrir liðin sín og það gekk svona mismunandi, voru náttúrulega í liði sem átti bara erfitt uppdráttar í deildinni, bara heilt yfir. Já. En vonandi fær hann eitthvað örlítið stærra hlutverk hérna eða þá hinir 3 séu bara að fara að stíga örlítið meira upp og við fáum að sjá einhverja svona nýja stjörnur í senunni, en að sjálfsögðu þegar við horfum á nafni lengst til vinstri Daffy, þetta bara in-game leader bara af gömlu tegundinni. Hann er kannski low fracking, en hann er með góðar ákvarðanir, hann kann fullt af utili og hann er góður að skipuleggja liðin sín á móti þessum betri liðum. Já, og það má alls ekki vanmeta það. Sérstaklega ef þú ert með firepower með þér. Tölum bara Huxi á sínum tíma, þú veist, hann bara átti ekkert að ná frökkum, hann var bara til þess að hugsa. Huxi hugsar, það svolítið þannig. Áhugavert að sjá hvort að það verði málið hérna, þannig að Daffy geti svolítið bara fengið að fókusa á strattið og aðrir stíu upp og séu með viðandi skotkraft til þess að bakka hann upp. Náttúrulega stór biti að fara í sögu. Við sáum sögu náttúrulega síðast búin að taka 1 leik hérna í þessu móti. Það var á móti IA held ég. Já. Unnu þann leik. Já. Það var á móti Boys Don't Cry. Já, á móti Boys Don't Cry. Já, það var annarkvort alltaf. Ég man að ég tók eftir því að þeir voru búin að spila á móti Sögu og Dusty. Já, einmitt. Sikkvort liðið, þannig að ekki auðveldustu byrjunarleikinni fyrir IA og Boys Don't Cry. En sem sagt, og svo þar á undan þá sjáum við bara í úrslitunum á Rigg. Þar sem að þeir standa sig bara þokkalega vel á móti Dusty. Þannig að það má alveg færa rök fyrir því að þeir sé að fara hérna á móti einu af bestu liðum landsins og það mæðir þá mikið á þessum 3 leikmönnum sem eru svolítið óþekktar stærðir að koma
út á sjónarsviðið, sýna sig, sanna sig og setja allavega inn góða framistuðu, hvort sem leikurinn sigrist eða tapast, að þá held ég að það sé samt sko, skiptir mestu máli að þú komir og sýnir hvað í þér býr. Ég talaði það aðeins í síðustu útsendingu, þetta mót svo gott tækifæri fyrir þessa leikmenn til þess að byrja að skapa sér nafn. Þeir að fá sjensa hérna móti góðum spilurum, móti góðum liðum og ef þú gerir til dæmis eins og bara í síðustu viku, þú veist, pizzadrengur, eiga einhvern geggjaðan hérna leik, standa sér vel á vappanum, staðsetja sér vel, hitta skotunum sínum. Ég myndi alveg trúa því að það einhver lið sem á vanta vappa eða að spá í vappa sem mynda að hugsa, ok, kannski eitthvað þarna sem má slípa til og hérna fá upp á næsta level. Þannig að það meira undir fyrir lið eins og Neista heldur en bara þessi leikur. Já. Það bara tími til að sanna sig, tími til að sýna þessu komin til að leika. Við erum að sjá þetta lið svolítið í fyrsta skipti, koma fram. Byrji hér, hvert ætlið þið svo? Eru þið að fara að sýna okkur hérna í kvöld að stefnan sett á toppinn eða ætlið þið bara að vera hérna eitthvað svona middle class lið einhvers staðar? Og hvernig þið spilið og hvernig þið nálgist leikinn, það segir okkur mjög mikið þetta. Og ég 100% sammálaður í því að allir leikmenn sem eru ekki í þessum segjum bara topp 6 liðunum sem við vitum að eru þekktar stærðir með þekktar leikmenn og svo framvegis, þeir eru bara í búðarklukkanum. Þeir eru bara, og fullkomið hreinskilni, það það sem átt var að gera. Þú ert í þessum neðri liðum, allt ást og regnbogar og allt það að vinna sig upp með vinuðinum, en þú veist, á ákveðnum tímapunkti þegar þú ert 18, 19, 20, 21, 20, eitthvað svoleiðis, þá ertu bara, ok, hvað get ég gert til að taka næsta level? Já. Ég vil fara að spila Face It með, þú veist, strákunum í Ármann eða eitthvað. Sýndu það hérna, sýndu að þú getur hangið með stóru strákunum og kannski gefa þér séns. Bara nákvæmlega málið og þetta svolítið svona, þetta almennt satt í rafíþróttum, bara í e-sports, skiljum við. Við erum með svo litlar keppniseinur og við erum með svo lítið af augum sem fara á allt sem fyrir neðan toppinn. Þetta ekki eins og skilurðu, ef þú leikur í fyrstu deildinni í fótbolta á Bretlandi þá eru samt kannski 5.000 manns á vellinum eða eitthvað, eða 10.000 manns á vellinum og það skrifaði því í blaðinu. Ef þú leikur í fyrstu deildinni í rafíþróttum einhvers staðar, þá bara veit enginn hver þú ert. Þú veist, þú bara gætir allt eins og þetta ekki til. Já. Og eina fólki sem veit hver þú ert fólkið í efstu deildinni sem að leita að fólki úr næstu deildinni neðan. Það fólki sem mun vita mest þig og mun fylgjast mest með þér. Þannig að á sama hvaða tímapunkti þú ert að spila upp á það að það fólk taki eftir þér, af því að við sjáum það líka bara hvenær urðu síðast einhverjar alvöru sviftingar á því hvaða lið voru á toppnum í einhverju e-sportsenu. Fyrir utan það þegar að Falcons mæta og droppa bara einhverju einni svalri B á borðið og bara, við ætlum að kaupa allan fjandann og þú veist, bara kaupa okkur pláss hérna, skilur við? Hvenær sástu síðast eitthvað organic lið rísa upp eitthvað eins og þú veist að fylgjast með kannski Wrexham í fótboltanum eða þú veist, þegar Tottenham vann deildina og eitthvað kom öllum á óvart. Hvenær gerðist það síðast í rafíþróttum? Ég bara, fyrir mér að þá það sko, þú veist, Moscow 5 í League of Legends árið 2015 eða eitthvað. Já. Þannig að veist, þetta það game we play og þá bara þarf að spila. Já. Þannig að allir eiga að koma inn í þennan leik og í hvern einasta leik sem þið spilið, ekki til að spila upp á leikinn, heldur til að spila upp á næsta skrefið. Og ég meina, það sem við sjáum ógeðslega oft til dæmis þegar við horfum aftur í tíman og pælum í svona hvernig rafíþróttir virkuðu, til dæmis bara á heyday Svíþjóðar þegar þeir voru langbestir í CS. Þú varst alltaf að spila upp á það að þú verður að komast í týrið fyrir ofan þig og síðan ofan. Og þetta var rosalega mikið að gerast til dæmis þegar þessi lokal lön voru í Svíþjóð að þú veist, þú varst kannski í 4. týrinu í Svíþjóð, síðan allt í einu spilar þú ógeðslega vel á einhverju lani, pikkar upp í næsta lið. Síðan á endanum, ef þú ert nógu góður, þá varst að komast inn í Fnatic, þá varst að komast inn í SK og það góðir herrar og dömur og allt það er Forest. Já. Það er gettrætt. Já. En talandi stjörnur, líklegast 3. til 4. besta lið á Íslandi, Saga, við skulum kíkja á leikmannahópið þeirra, örlítið breytt mynd á þeim, Viktor ADHD, Wizard Dome og Mozart. Viktor og Mozart komu frá Hetti, bara frábærir leikmenn og dálítið leiðilegt að sjá það lið hverfa af velli, en samt sem áður svona spurningar sem vaknaði þarna út af því að Viktor frábær ræflir, enga spurningu þar, fær Mozart vappan sinn?
Það spurning. Mozart náttúrulega, Mozart og Viktor og liðið sem kosti undanúrslitin í RIG koma núna inn í sögu að öllum líkindum myndum við segja, þú veist, með þessa 2 stjörnuleikmenn úr því liði til viðbótar við Dom, Wizard og ADHD. Virkilega sterkt lið á blaðið hérna. Risastór spurning hvort að Mozart sé að fara að fá vappan sinn og ég myndi alveg setja það ef hann fær hann ekki, þá myndi ég ekki setja eins mikið impact á hann. Það spurning hvort að þú viljir ADHD að in-game líta á vappanum eða ef þú viljir hafa vappan aðeins meira engaged og minna að spá í leiknum. Og það held ég bara balans sem að þeir þurfa svolítið að ákveða og það gæti alveg verið að þeir spili það svolítið eftir eyranu. Ef að þú ert að dominera eitthvað map, að þá held ég að þú viljir láta Mozart bara fá vappan og sleppa honum svolítið lausum, að fara að leita einhverjum pikkum og svona gefa honum smá meira frelsi og meðan ADHD getur fókusa meira á stjórna leiknum og halda á einhvern stöðum. Ef þú ert í vesen aftur á móti, að þá viltu að gæinn sem að akkira, gæinn sem að halda stöðum, að gæinn sem að spá í því sé frekar með vappan og Mozart sé þá með riffil til að taka á móti kannski aggressífari playum eða geta náð multikillum ef þannig ber undir. Þannig allavega horfi ég á það. Þegar ég síði þetta niður og pæla eins í þessu, þá finnst mér þetta að koma niður á hvort að fara að eiga hvort verður meira virði fyrir liðið að karríinn sem að Mozart á vappa sem að hann alvöru karrí á vappa hvort það betra að missa það impact og hafa þá ADHD á vappanum og riffil á Mozart eða getur ADHD bara ekki rifflað og Mozart tekur þá vappan og þá missa þær örlítið impact á honum. Þetta svona hvernig ætlar að snúa þessu áhugaverð spurning sem við komum með þarna strax en við eigum vídeóið, það spurning hvernig það fer. Ég spenntur sko, ég fekk bara drauma mappúli mitt í síðustu útsendingu sko. Já. Að geggjað. Það var skemmtilegt mappúli. Það ekki að horfa á Dust og Mirage sko, þannig að Ertu ekki mikill Dustari? Ég nefnilega fíla Dust. Ég byrjar að fíla meira og meira út af midkontrólinu sem að sítjandi geta fengið, sko. Sko, ég Dust maður til að spila, sko. Já. Ég skal alveg spila Dust. En ekki horfa. En mér finnst bara ógeðslega leiðilegt að horfa. Já. Mér finnst að enda allt of oft í einhverjum svona leiðilegum þreifingum, early round og svo execute út shortið. Þú veist, mér finnst það vera of mikið svona backup planið hjá of mörgum of oft. Þannig að þú veist, mér finnst það vera svo einhæft. En það kannski bara ég. Ég væri alveg til í að sjá hrista aðeins meira upp í hlutunum á Dust. Veit að þetta eitt af þessum klassískum uppum sem við höfum alltaf haft í CS og allt það. En ég meina, við erum búin að gera alveg ansi mikla breytingar á Nuke. Við erum alveg búin að gera ansi mikla breytingar á mörgum öðrum uppum. Af hverju má bara ekki, þú veist, snerta Dust? Og ef það má ekki snerta, hverju getur ekki verið bara með Dust 3? Bara fengið þetta sama þema nema bara með einhverjum aðeins smá breytingum. Nákvæmlega á að hafa það bara í mappúlinu en neisti eru byrjar að banna og þeir taka Nuke út og þetta er bara þrátt fyrir að þeir myndi ekki spila, þetta er bara frábært targetbann á eitt besta Nuke-lið á Íslandi sem að Saga er. Saga hins vegar halda uppteknum hætti banna Mirage. Ekkert sérstakt Mirage-lið. Inferno valið af neista byrja termein. Þetta verður blóðugt ef að Daffi ekki fara að kalla góðan leik, ná að teygja vörninni og ef þeir ná ekki að krækja í þessi opnunafrögg strax í byrjun, jafnvel ná bananakontról sem Terri, þá er þetta aldrei út þetta því að spissurnar eru helviti góðar. Annar punktur í Inferno líka, negeitar aldrei vappan sem að þeir eru með 2 geggjaða vappa. Rétt. Inferno vappi ekki effektífur og til dæmis segjum CT vappinu Nuke eða Dust 2. Mér finnst sko það að pikka Inferno inn í eitthvað lið, sérstaklega ef það lið spilar Inferno eitthvað, ef þú ert ekki bara full pikka sko veikasta mappið þeirra. Já. Mér finnst það vera bold statement sko. Já. Mér finnst það vera svolítið bara svona hey, come at me, skilur, af því þetta er svo taktist mapp. Þetta spilast svo mikið á stöffinu og hvernig þú kallar það. Og svo fáum við Dust frá sögu. Þannig að núna eru komin sko 2 af mínum minnst uppáhaldsmöppum inn í þetta pool. En þú veist, þetta eru góði gæjar, kunnið þessum upp. Mér finnst alveg gaman að horfa á góða gæjar að spila þessa leiki og geta alveg komið skemmtilega leikir þarna. Saga með þess að var að spila Dust 2 á móti Mouse NXT með nýja leikmannunum Joey frá Spáni. Já, ég sá hluta af þeim leik. Má ég sjá, hvað var það? Það var
13-7 minni mig. Birnir var lánar. Já. Ancient bannaði Nista, annað svona frekar puggy map sem að Saga eru bara par excellence í. Train tekið út af sögu, þeir vilja ekki fara þangað, taka engan sjens og Anubis síðan sem decider. Skemmtilegt mappúl fyrir mig, ömurlegt fyrir þig en Nei, núna vil ég að þessi lið gefa mér sjó, skilur. Núna ég bara spenntur að sjá hvað þau geta komið með. Ef við endum að horfa á 40 round hérna í kvöld af einhverju super basic stöfi sem ekki spennandi, þá skal ég kenna mappúlunum, en þangað til að þá skal ég gefa þeim sjens. En eitt sem að, við erum komin í flæjóri hérna á þessu gullfallega mappi. Það verður ekki tekið af mappinu hins vegar að það er fallegt. Það er mjög fallegt. En eitt sem á snerti örlita á sem mig langar að sprengja út er að þeir eru að pikka Inferno. Pikka Inferno er, eins og segir, bold. That's a bold statement. That's a bold strategy, Cotton. It pays off. Og ef að þeir eru ekki með, eins og segir, utilið með einhverjar opnanir í mappinu, bæði í banana og miðju, til að sýna eitthvað nýtt og koma sögu í eitthvað klandur, þá ert í alvörunni að gera stæðstu mistök sem þú getur gert, út af því að þetta er lokað mapp, þetta er eitt af möppinu sem þú getur fengið innilokana kendi í. Já. Bara Inferno hefur aldrei verið eins gott og þegar að blessu svalirnar voru fyrir ofan rampin, sko. Ég elska góða svalir. Það er það sem að mér finnst vanta. Það var nú ansi margir tímar sem að fór í að kampa þessar svalir þegar maður var lítill, sko. Já. En veist, það sem að mér finnst sko kannski hafa háð Inferno svolítið í þessu sko porti yfir í CS2 er að mér fannst mappið sjálft tapa svolítið svona skýrleika, svona visual clarity. Já. Það kom svona aðeins önnur litapaletta, aðeins fjölbreyttari, kom aðeins meiri dýft í mikið af svæðum og eitthvað og það varð allt í einu bara svona óþægilega að horfa á það, fannst mér. Þannig að þú veist, ég er ekki mesti fan af þessar útgáfu, þó hún sé mjög flott, þá er ég ekki mesti fan að ég spila þessa útgáfu af mappinu. Já. Þannig að þú veist, ég veit það ekki, einhvern veginn, mér fannst þetta bara vera betra áður. Það var það út af því að mér fannst þetta gráa svona einkennandi í mappinu einhvern veginn áður fyrr og að sjálfsögðu þegar við förum aftur til 1.6 þá var þessi, þú veist, liturinn á kössunum og módelin skáru sig virkilega vel út en ég meina eins og við sáum í hérna þegar að play-módelin komu inn þar sem við getum keypt, þú veist, það þarf rosalega lítið til að trykka augað í Counter-Strike út af því að þetta er hraður leikur, þetta er ekkert Quake en þannig, en þú veist þegar þú ert að hreyfa þig og gleymir að sjá einhvern pinkulítið pixel sem að þú veist að fela þig í einhverju pinkulítið grænu, þetta er svona, þetta er óþægilegt, en þarna, sko... Ég er sammála því og þú veist, og það er náttúrulega bara, það dæmir sig sjálf líka að Inferno er mappið sem er með hæstu spartíðnina, skilurðu, af hverju það? Jú, það er af því að það er ómögulegt að rítaka sæt á þessu mappi, skilurðu, þú veist, þegar þú ert byrjaður að sjá 4 leikmenn setjumegin spara á móti sko stundum 4 eða 5 eftir að hafa bara mist A-sætið eða eitthvað það segir mér bara að það er eitthvað að í mappdesigninu. Já. Þú veist, það bara, mér finnst það ekki make a sense að risk reward á retake sé þannig að það sé nokkuð tíman rétt ákvörðun að spara með 4 leikmenn að þá finnst mér ekki geta sagt að það sé ekki of erfitt að retake í þessu mappi og þá þarf bara að gera eitthvað. Já. Það er bara að opna einhvern annan glugga þar sem þú getur farið í gegnum eða gefa þér einhvern annan gang eða einhver betri tól til þess að retaka af því að þú getur ekki gefið setjónum fleiri tól til þess að halda í þessu mappi af því að þar eru þau með þröng crossfires og þröngar línur bara galore. Já. Og hérna, þannig að þú veist, þú verður að tækla þetta með því að hugsa retake avenues og að samaskapi þá og þá ert að búa til avenues til þess að taka sætið þannig að þá væri, finnst mér, Inferno á miklu betri stað ef það væri bæði auðveldara að taka sæt og auðveldara að retaka sæt. Það væri miklu meira balans í mappinu í staðin fyrir að þetta sé allt eitthvað bara þeir strauðu upp miðuna, náðu einum, náðu plantuna, spar. Já, það er ógeðslega áhugaverður punktur út af því að fólk er meira og meira að hallast á að byrja 3 á B-inu til að missa ekki bananan alveg strax og síðan þetta spila 2 á A-inu, rótið þarf að koma hratt inn en ég skal bara geima þennan punkt. Við erum að fara live í Inferno.
Dual Barettas reyna að finna frakkið hérna, ADHD að spamma örlítið. Vissar takkaði vel niður, 4 HP á honum. Já, át kúlu þarna bara leið og hann kíkti gluggan. Ravens komin upp í Sniper hér. 2400 frögg á sér glokku. Það mikið nota glökkan á þessu bæ. Já, glokkan er alltaf geggjuð í CS2. Megum ekki gleyma því. ADHD ætlar að taka hatt í stöðuna og klára alla. En hann þá bara einn að taka á móti 5 manna sóknu neista. B varð fyrir valinu, smóku fyrir CT núna. Dom kom með einningarnum smókin. Reykurinn alltaf til staðan en loksins nær ADHD frakki hérna. Það fyrsta ránd en skiptir ekki málinn, búin að taka Lost Lögnir í 22. Dom reynir að finna manninn á defaultinu en það gengur eitthvað brösulega. Eins og glöggi sjá þá ekkert kitt á CT-unum þannig að vera að gera þetta með smá tempói hér en Lost Lögn. Fellur hins vegar Batti einn eftir, 1 á móti 2, vel geranlegt ránd hér. Mozart reynir að finna frakkið og gerir það loksins. Og ADHD ætti að ná þessu diffusi auðveldlega. Já, svo sem tækifæri þarna fyrir neista gerir það aðeins meira óþægilegt en óhefni fyrir Robba að lenda svolítið þarna milli steins og sleggju. Hann reyndi að spila skemmtilega stöðu en endaði í að einhvern veginn geta ekki komið að því að berjast við hvoruga áttina þannig að það er svolítið fjallum sjálft sig. Ef hann lifir þarna í auka 10 sekúndur þá er þetta bara mjög auðveldlega að fara að falla neista megin. En vel gert, rólegt og yfirvegað rítekja sögu líka, þráttur að vera ekki með kitt. Það var engin æstingur í þessu, fólk var ekkert að hlaupa of mikið. Þannig að við gefum þeim gott hrós fyrir það. En ADHD, hann mætt bara á skátinn í miðjuna. Skát og Dual Barettas, þetta kombo, Vissard alltof aggressífur þarna. Gerir sér enga veginn grein fyrir tímasendingunni upp hægri miðjuna. Og ADHD með Dual Barettas hérna, hann í ákveðnu vesinni hérna. Hins vegar Viktor í húsi, hann með M4 í höndunum en hann bara 12 HP eftir núna. ADHD þarf að gera eitthvað hér. Ravens þarna bara á ekki að falla, býst alls ekki við ADHD í gegnum smókin en núna fáum við retakið og bara Vissard, hann á ekki að vera að spreyja niður miðjuna gegnum smók með MP9. Nei. Það bara á ekki að gera. En Batti, hann tekur út Dom og það þá 2 á 3. Það bara Robby 1 á 2 hér, ekki nóg. Hann ekki að gera nóg, Viktor klára þetta og Saga kemst í 2-0. Ég verð bara að fara aftur á þetta, ég kemst ekki yfir það sko. Þú veist, hvað ertu að reyna að fá út úr þessu? Sko, hann vill fara að kíkja smókin, ég gerir mig grein fyrir því, en þú ert að spila svo út af því að þú getur staðsettið öðruvísi heldur en bara á eiginlega miðjunni að spreyja smókin og bara jiggla tilbaka og farið inn í eitthvað hotn eða reynt að flýja en þeir bara koma beint úr hægri miðjunni og þeir bara, frí frag, nice. Eða grena smókin eða þú veist, gera þú eitthvað almennilegt play, ekki standa þannig og bara láta vita. Ég stend aleinn út á miðri miðju með MP9 sleppa við refsingu fyrir þetta skipti og núna kemur sterkt bananakontról frá sögu, búin að koma djúpum smókarna og læsa neista algjörlega út úr bananunum. Og ef að þú ert að lenda í þessu, ránd eftir ránd, sem térliðin, getur bara gleymt því að ná árangri í Inferno. Það ótrúlega erfitt og þú verður þá að bíða og gefa, leyfa bara CT-unum að eyða smókunum sínum og vera með eitthvað aggressjón. Ágætt flassirna til að taka Dom af línunni, hann bakkaðurinn í artsvegið og örlítið af plássi komið. Ágætt flassirna, Dom hins vegar spottar Batta en finnur frakkið og þá voru þeir 3 en það valla HP til að fylla 1 bar. Já, 10, 28, 39, þeir eru 3 en með HP á við 1 eins og þú segir. Hvað ætla þeir að finna hérna, þú veist, einhver leið fyrir þá til sigurs, sérstaklega með hvernig uppstillingin orðin hérna hjá sögu. Saga með 4 leikmenn á A að taka á móti þeim 3 leikmennum sem eru eftir og eru lágir, Tómi. Þetta það sem við myndum kalla yfirburðastaða. Já, þetta gerist ekki betra. ADHD. Það einum með þessum Dual Barettas. Viktor tekur hina 2, fremur auðvelt ránd en þetta var aftur force hjá neista sem að ætluðu að gera sér einhverja hulund það að reyna að vinna rándið en
voru bara þeirra að færast fjær og fjær í rauninni. Já, ég meina núna ekki með pening til þess að fara í eitthvað fullkaup, þurfa á einhvern tímapunkti að taka sparið. Finnst líklegt að það komi bara eitthvað tech-kaup og lítill armor hérna út úr þessu núna. Og þá vil ég sjá það bara strauja banan. Hótið því allavega að snemma í leiknum að þú veist, þið getið tekið bara eitthvað hratt upp bananan, byssur uppi, ekkert að spá í stöffinu og strauja þar í gegn. Ef þú ætlar að fórna einu rándi til að sýna fram á það að þú eigir þetta í hérna rassvasanum, þá þetta rándið til að gera það. Setur tónin fyrir leikinn. Allavega þá tactical timeout tekið af Nista og þeir þurfa að ræða sín á milli hvað þeir vilja gera hér. Ákvörðunin tekin að kaupa sér örlítið inn í þetta eins og sést hér. P250 tekkur armor og sumum ekki. Þeir eru allan að koma með full loss bonus eftir þetta ránd. Já. Komum við full loss bonus eftir þetta round. Þeir eru með eitthvað stöffi sem segir mér að þeir ætla að stilla í eitthvað play. Þeir tóku náttúrulega líka timeoutið og svona. Þeir eru ekki með nóga stöffi til að berjast fyrir banana samt sem aður. Nei. Þannig að ef að Saga heldur upptöngum hætti sem ég gerir ráð fyrir að þeir geri og vinni í því að berjast á móti bananum. Please, haldið áfram. Hlaupið. Já, áfram. Oh my god, stöffið hjá Tom og Mozart. Getum við fengið util damageið bara eiginlega leið og er hægt því að þetta var bökun. Þetta var algjör bökun. Vá, þetta var bara það skvetti ykkur hilli vassfötu á þessa eldspýtu sem að var neist í þessu rándi sko. Þetta var rosalegt. Og þetta er ástæðan fyrir að það er erfitt að rösa B. Yep. Gott util stoppaði algjörlega. En eins og ég segi, þeir eru búin að hóta þessu. Já. Þannig að núna þá verður Saga allavega að henda þessu stöffi eða gera ráð fyrir einhverju á bananum í öllum ráðum. Matti tekin út af Wizard og hann fær frían AK. En Ravens allavega með vappan heiða smókina strax í byrjun og þá er lítið reyksprengjurnar á banana sýnist mér, einungis ein eftir. En þeir þurfa að hóta annars staðar. Þeir eru konu með apps-kontrólið algjörlega. Viktor stendur á sölunum með skjáttast ekki. Er hann þá að spila 3 á A-inu og þar af mjög langt og rótitt yfir á B. Þeir þurfa að koma bananan til að hóta því. Ég held að Sögu líði svo vel á B akkurat núna. Þeir eru með banana, botnin á banana, smókaðan. Þeir eru með 2 leikmenn framalega. Ég held að þeir fá ár til þess að rótita ef þeir þurfa að fara yfir á B af því að þeir eru bara svo framalega til þess að taka eftir því og ég spyr mig ef þetta er að fara svona að Saga er að ná fylgjumst með þessari sókn og ræðum þetta síðan. Duffy hérna búinn að strauja inn shortið, finnur þarna hvað er það, ADHD inn á sellum. ADHD er bara með scout en það er Mozart í pittinum sem er í minipit sem er algjörlega að valda usla. And the lost luck, droppa niður, finnur hann, er núna 1 á 2 og með bombuna, góður sjens, næri bombuna, góður sjens hérna fyrir Nista. Spurning hvort hann feiki það eða stikki það, Dom ákveður að bíða en færa tækifærið einhvern veginn, fóru skotin í Wizard líka og þeir mistu báðir líf. Þetta hefur verið magnað. Hann miðaði á millið þeirra og hann skaut á einhvern veginn báða. Já, þetta er geggjað, ég fíla þetta. Ég hef aldrei séð þetta áður. Þetta er mjög skemmtilegt. Bara það er eins og hann hafi bara weaponized movement inaccuracy. Ég hef aldrei séð þetta áður. Þetta var rosalegt. En núna þarf ég að spyrja þetta mig. Já. Í þessari stöðu. Saga er að ná geggjari stjórn á bananum, smóka neðst á banana. Þarf Nisti ekki að segja bara, við ætlum ekkert að spá í bananum fyrstu mínútuna í lotunni. Við ætlum að spila bara 1 í rampinum, senda 4 að ná apps, ná mixinu og svo bara slóa okkur tilbaka og retaka bananan með stöffi þegar mínútu eftir og spila þetta síðan það. Það er það sem ég myndi gera, já. Ég myndi molla bílinn, grensan í byrjun, fara síðan í köpið. Sko, þú mátt ekki, annarkvort, þú getur alls sem gert það. En þú eiginlega mátt ekki gefa þeim bananan alveg frítt. Þú verður að hóta honum eitthvað. Ef þið fá bara frítt og ekki neitt út til, þá er Saga bara strax búin að vinna leikinn. Já, ok. Já, þú veist, þú ert með eitt gæði sem hendi greinu og molla, skilur við, þú veist. Spáður síðan bara í rampinum og heldur púsinu niður bananan svo þú fáur ekki baki. En bara allur fókusinn fer á bara early round og þá ætlum við að setja pressu á apps og mixið. Já.
það bara vel hægt að gera það, bara eyða engum smók á bananan, bara grensu og molla, bakka síðan aftur í rampinn, bara með einhverju snirtilegu hoppi og síðan byrja að, eins og þú segir, ná fyrst að halda miðunni á meðan, síðan bara taka marko eða tennissmók og taka hóta aðeins í mixinu og þá ertu strax búin að púlla eitthvað rótitt mögulega eða finna eitthvað fragg og bara ekki overkúka samt aðplayið því að það eru 3 leikmenn í góðum stöðum. Þú getur alltaf bakkað og bíðið aftur ef þú gerir þetta á réttir tímasetningu. Og hérna ADHD að taka á móti Russ í gegn og hann finnur 2! Staurblindur finnur Duffy og Ravens í einu skoti og Dom þurrkar þetta upp með Frögga og Robba og The Lost Luck. Saga 6, Neisti 0 og akkurat þegar þeir voru búin að stilla upp í frábært execute að þá mætir 1 stykki ADHD og með 1 kúlu kveður þetta play til grafar. ADHD brosti ekki einu sinni, hann bara, ég er búin að gera þetta 1.000.000 sinnum, þeir eru alltaf að pússa. Þetta er nákvæmlega það sem maður var að óska eftir og það er tactical timeout tekið af Nista. Þeir þurfa aðeins að kæla sig eftir þetta. Já, þetta er sko, bara credit where credit is due. Neisti voru búin að spila fyrir hlutan á þessari lotu mjög vel. Já. Þeir voru búin að gera svipað og voru búin að tala um. Þeir voru búin að halda map-controlinu svolítið rólegu, búin að vinna sig inn control á bananan, stilla upp í execute. Þeir kastaði hann að flassi, staurblinda ADHD og svo bara hálfri sekundu setna eru 2 farnir í einu skoti. Það er fátt sem að drepur skriðþunga held ég í að pratta og að vera kollattaður á vappa. Já, þetta er skellur ef við segjum það, en þeir völdu Inferno, nú er ágætis Inferno-lið hérna á móti ykkur, þeir eru 6-0 undir, það er karakter til að koma tilbaka í svona. Og hvenær ætla Neisti að fara að sýna okkur það næsta kaupið mökkur og tekkur? Mökkur og tekkur og hver veit, kannski er Neisti bara með eitthvað godlike sér-tilhið og þeir eru bara sátti með 2 lotur úr tilhiðinni en það þarf að finna þessar 2 lotur allavega. Og við býðum í ofvæni eftir því að sjá það að gera það og hérna kemur hratt play upp banana Lost Luck, hann einfallega stoppar ekki og þeir finna Mozart eftir backupið og eru núna að elta Dom hérna inn, vita hvar hann er, Dom er fallinn og sætið er fallið en það er Viktor sem er komin í rótiti. Tökum eftir hversu lágt HP hjá þeim, það er smá jútil eftir á CT-unum og þessi smókur er glataður. Hann getur hoppað upp á svo sillu sem er hægra meginn á skjánum niðri og séð algjörlega yfir þetta en væntanlega bara bíða eftir rótitinu sínu yfir. Flassa kemur þetta yfir og 2 ætla að koma í gegnum Ruin, smókur fyrir banana og 2 sem er að spila þar. Þannig ætla hann að koma yfir Patti í ninja hér, smókur á bombuna og Ravens og Duffy með sitt gott en það er ekkert ninja hjá ADHD í dag og Neisti. Það var bara einfalt B-rush og leikmenn með buxurnar á hælunum sem að kveikja í fyrstu lotunni. Það fyrir Neista. Já, og þetta setur upp skemmtilega stöðu í þessum leik þar sem að núna mega Saga aldrei sofa á verðinu með banana. Já. Þetta var, þeir tóku því rólega þetta ránd. Bara slepptu því að kasta sama stöffu og þeir gerðu þegar þeir tók á móti Russinu síðast, voru þá væntanlega að búa svolítið við því og þeim er refsað fyrir það. Þannig að það er held ég alveg klárt mál að eftir svona lotu að þá tekur ákvörðuna sem Saga allavega að herri, ok, næstu 3-4 ránd að þá lokum við bananum. Já. Það er sérstök hætta á því, sérstaklega þú ert með lið sem er 6-0 undir, finnur allt í einu play sem virkar, að þeir keyri það aftur eða keyri það aftur mjög bráðlega, ekki taka inn 1 ránd í pásu og reyna það síðan aftur. Ef þeir tapa og fara aftur á spar, þá gera þeir aftur. Snýst náttúrulega rosalega mikið að misnota það sem er búið að gera, eins og þú talar þú veist, þeir hótuðu þessu snemma í leiknum, þannig að þetta kveikti á því að þeir þurfa núna að gera þetta útleikinn. Slepptu því þarna og missa ránd frá sér, ok, allt í góðu, en núna er Neisti búin að segja, ok, núna þurfum við að kasta þessu jútili alltaf. Já. Ef við náum A-sætinu, þá eru B-gaurarnir ekki með molla, eru ekki með smók og eru ekki með grensu. Já. Geggjað fyrir okkur. Þeir með því að sko hunsa B og fara ekki hratt B, allar þessar lotur eftir að þeir gerðu það þarna í lotu 4 eða eitthvað, þá bjuggu þeir til akkurat tækifæri til þess að skilir það með þessum hætti en viss að þarna alveg sver niður bananan, stendur bara starið niður hann, finnur einn síðan treyta tilbaka og Dom fylgir eftir með fraggi á batta þarna, Ravens að leita eitthvað með mappanum en það eru ennþá 2 leikmenn.
að þið eru búin að bæta við einum aukamann á B. Bæta við einum aukamann á B og þeir eru ekki búin að átta sig alveg á því. Daffi með einhvern svakalegan smók þarna. Spurning, ég veit ekki einu sinni hvar hann lendir. Já, lendir þarna í Marko, lokar hann algjörlega af. En ætla að ná mixkontrol núna. Ræðilega lélegt spacing hjá þeim þarna en ná að treyta en Viktor með 1 til að loka þessu. ATHT á vappanum með 2. Fannst eins og sko spacing á milli mittmannana var ömurlegt. Það var bara ömurlegt. Ég stamaði, þetta var svo hræðilegt sko. En þarna ágætist treyt þarna frá leikmenninu sem var í húsi. Aðeins meira kompakt, strákar! Já, spila aðeins þéttar og spila aðeins meira á bakinu af hverju öðrum myndi hjálpa neista í þessari stöðu. Oft erfitt að gera það svona þegar þú ert on the fly, en núna sjáum við smá áraskipni frá sögu, smókar djúpt niður miðjuna og ætla að láta þeim spinna fyrir sér þar, en það endar ekki betur en svo að Baddi steikir ATHT einhvers staðar á mappinu. Það er á efst á banana. Og á meðan að þá veit ég ekki, Saga virðast hafa verið að feika sko meira presence að mig með því að taka þetta aggressíva play, ekki committa í það en vera samt með 3 leikmenn B. En sjáðu Viktor hérna. Viktor inn í smókinum, getur á eitthvað play, þeir rákust á hvern annan. Daffi með 2 hérna, opnar og 1 í Marko og Viktor sem að kemur í bakið. Þeir voru að stakka sæti, þeir rótuðu leikmanni beint yfir, afbíðinu yfir, en það hefur ekki mikið upp úr sér. Neisti kom með annar rándir sitt og núna eru þeir virkilega byrjaðir að hóta. Dom á $10.000 vissilega, ef þeir strengja saman 1 annað ránd, þá eru þeir strax konur í dauðafæri á 5 per rándum. Já, og bara mér fannst þeir líta bara vel út í þessu rándi. Þeir bara gerðu þetta vel, þeir spiluðu þéttar. Þú sást bara hvernig þeir fóru í gegnum smókin. Þeir voru bara ofan í hverju öðrum saman og ef þeir hefðu verið með meira bil á milli sín eins og þeir hafa verið að gera, þá hefðu þeir mögulega verið í vesinni. Því að þeir lentu í fight, þeir tóku skada og það var sýnd veiðin ekki gefin að finna manninn á það. Annan líka sem að kemur út, þeir náðu opnum þarna. Þeir opnuðu á leikmann og bana. Þrátt fyrir það, þá náttúrulega rótuðu þeir að sjálfsögðu út. Ok, góð byrjun aftur. Lost Luck kom með Wizard, ATHT svarar leið, en þeir vita af vappanum sem í play akkurat núna. Viktor gæti sleppt einum í Marko en ATHT með línuna þangað. Já, Viktor að gera rosalega mikið þarna frá því að finna þetta pick í gegnum hurðina á boiler og ATHT dettur bara af servernum. Já, leiðilegt, en allavega gæti gerst í verri lótu, við kennum það. Já, en bara ég vil setja þessa lótu 100% á herðarnar á Viktori. Það byrjar svolítið tæft þarna, ATHT nær að treyta, en Neisti kemur sér í mjög góða stöðu með 3 í rauninni upp og út úr mixinu og það er bara gjörðir Viktors sem að slökkva á því. Hefði verið mjög öðruvísi ef að 3 hefðu getið komist Marko og ætlaði að fara longið í staðin fyrir bara Baddi allt í núna 1 eftir. Algjörlega. Það eru 2 leikmenn búin að pússa B og þeir eru komnir í Marko og eru að íhuga að fara B-ið aftur. Þeir eru komnir í hringinn og Baddi kominn inn á A-sætið. Þetta já, hann var að horfa á hana það. Og sí, hann tók ekki svona eftir honum. Hann hefði ekki að planta. Já, Baddi! Þetta var flott! Nær hann plantinu, hann gerir það, en það er hnífur uppi og hnífurinn kemur úti frá Dom! Úff, maður. Þetta er eitthvað. Við ætlum að taka technical pásu aftur eins og Glöggir tók eftir og við bentum á. Það Óli bent á. Þannig að ATHT ekki inn á serverinum. Ákvörðin að sjálfsögðu tekin það að það er ekki restore rándinu. Af hverju? Því að búið að gera skaða í rándinu og það var ekki restore rándinu. En hefur svo sem ekki mikil áhrif þar sem að ATHT sem að datt út og Kó sigruðu rándið. Senast að fara ekki með þessar hnífur, það var fínt. Eina spurningin er hvort hann fái vappa sem aftur hann kemur aftur inn. Það tel ég ólíklegt. Dom getur hann að droppa á hann og þetta er næst síðasta ránd hérna í fyrri hálfleik. Neisti hins vegar
þeir eiga eitt annað kaup og aftur fá séns á því að brjóta bankan hjá Sögu. En þetta var dauðafærið sem þeir þurftu. Þetta var dauðafærið sem þeir gátu fengið þessi 5 ránd sem eru rosalega mikilvæg í T-setinu. Núna geta einungis náðu þessum 4 til hlóðast 12 ránd. En einhvern veginn berundi báða vangi komnir í Sögu akkurat núna. Þeir eru búin að missa 2 ránd frá sér. Eitt var bara straight upp Rush B í spari. Já, lítið hægt að gera við því. Það er svolítið svona áframgakk, bara svona, leiðilegt áframgakk. Gerist. En bara Neisti átti alveg, þú veist, fullan heiður skilið fyrir það hvernig þið spiluðu síðan næsta ránd þar á eftir. Gerðu það vel. Ég vil líka, sko, núna vil ég sjá gæðin í Neista leiðinu. Þú ert í erfiðri stöðu, þú ert 8-2 undir. Þeir eru búnir að berjast svolítið við að reyna að koma hlutunum í gegn og láta hlutina gerast. Þeir eru búin að hlaupa á vegg B, búin að hlaupa á vegg A. Hvað ætlar að gera núna? Já. Þú veist, þetta er staðan sem að segir, eru þessi spilarar tilbúinir að taka næsta skrefið eða ekki? Þetta eru karakterleikinir. Já. Þeir eru undir. Og þeir þurfu ekki að vinna alltaf sína karakter, skilur við, en bara að ná að klóra í bakkan. Já, bara gefa þessu leik. Út af því að þú veist að pikka þetta mapp. Eins og þú talaðir náttúrulega, gætu haft bara ógeðislega góðan CT-leik og þá fáum við að sjá það bara eftir nokkur ránd. En eitthvað segir mér að það sé ekki staðan, en I love to be proved wrong, eins og maður segir. Viktor niður miður nær einum og Vissart honum við hlið. Það er VW sem að taka hérna byrjunarskrefin fyrir Sögu í byrjun ránd nummer 11. Veistu, ég ætla að gefa Sögu kredit hérna. Þeir köstuðu þessum smók og pussuðu ekki á bakgrunn rándið sem stökkuð 3B. Svo kastaði þessum smók núna og eru með 2 leikmenn að spila fyrir aftan hann. Mér finnst það skemmtileg variation sem að hæglega getur fengið Neista til þess að líða eins og þeir geti bara farið í gegnum þennan smók. Algjörlega, tökum eftir A-sæti núna. Það er alveg aukt að sjálfsögðu Neisti á ekki séns á að vita það. Eitt leikmaður búinn að róta þetta núna við, en já, nákvæmlega, þú veist, frábær punktur hjá þér að benda á þetta út af því að þú þarft að kasta smá curveball. Ef þú kastar þessum smók, þú mátt ekki gera sama hlutin aftur og aftur. Þú verður að rótera. Nei, og núna myndi ég segja aftur, finnst mér Neisti verið að spila þetta vel. Þeir eru búin að ná að koma þessi í 3-3. Þeir voru að henda stöffi og ógna á A-inu. Svo kemur Daffi og skýtur nokkuð sem í vegginn inn á B-inu og svo chilla þeir bara. Þetta virkaði ekki hjá þeim. Við erum að sjá það að Mozart er þarna ennþá í rótitinu, en þeir eru 3-2 að komast inn á annan stæð, 2-2, nei, 1-2. Það Lost Luck hleypur þetta síðastur í gegn og Dom bara fær að pikka það á 1-1. Óhefnir náttúrulega þurfa að strauja í gegnum smók þarna. Dom gerir vel að rísmóka þetta á réttum tíma. Algjörlega, og ég meina þarna sjáum við líka bara gæðin í Dom, oft leikmaður sem að litir yfir þegar við erum að fara yfir þessa akkeris leikmenn og já, ég ætla að kalla hann bara harðan akkeris leikmann út af því að þetta er akkeri í liðinu sem að stendur sig yfirleitt frábælega og þegar hann fær tækifæri á því þá er hann að taka 2K, 3K. Sjáum hann á 14 frökkum akkurat núna, frábæran leik. Flott skotuna hjá ATHT. Það er greinilegt að Sögu líður vel inn á server akkurat núna þegar þú byrjar að taka aim-duelin niður miðuna. Þá veistu að þeir farið að líða svolítið vel. En Mix Control komið svolítið í hendurnar á Neista núna, búin að ná að klíra hérna báðar hliðar og þá er það Mozart að lappa í gegnum smók. Þeir eru ekki ennþá búin að gera þetta og það grunar ekki neitt! Mozart með 2, búast ekki við öðrum manni líka. Wizard finnur 1, getur að fundið meira. Nei. Gerir þetta samt ekki alveg jafn snirtilega og ég hefði haldið út af því að þetta er 1v2. Þetta er mjög geranlegt ránd. Þeir höfðu meiri tíma en þeir kannski gáfu sér í aðstæðunum. Þeir hefðu báðir geta verið að fullu komnir úr smóknum. Já. Og hort í baki á þeim og sagt 1-2 og kláraðu alla. Já. En þessi stað þá bara stundum er erfitt að ekki skjóta þegar þú horfir í baki á 4 sko. Einmitt. Menna fyrsta fraggið var snirtilegt, mjög snirtilegt. En ATHT er skellir hlæjandi hérna, 10-2 yfir hans menn í Sögu í gegnum bara erfiðleika
þá hefur þetta lið verið eitt af þeim sterkustu á Íslandi. Það voru ekki margir, ef þú horfið tilbaka þegar þetta var önnur deild, ónefnd deild, þá var þetta sögulið, þessi kjarni, þetta var ekkert lið sem var að berjast eitthvað sérstaklega titla. Saga í dag að gera það. Þetta er dásanlegt lið, þetta er uppáhaldsliðið mitt. Búin að standa sig bara virkilega vel og líta bara alltaf vel út finnst mér og ég ætla að gefa hrós á Neista fyrir að vera ekki búin að bara detta í eitthvað kæruleysi, 10-2 undir og bara svona hlaupa og rauningunna og sjá hvort það reddist ekki. En þarna kannski smá merki kæruleysi að enginn sé að horfa long eftir að búin að missa mixið, það geta alveg búist við því að einhver sé að koma þar. Gott flass. Gengur þetta ekki, stoppar engan en þá kemur backupið frá CT, Robby og Baddi, 2 á móti 4 hér. Ekki mikið sem það getur gert þarna. Nei, Baddi áður ekki nógu mikið að kúlum í þessari CT til þess að taka þessa barða. Þannig að byrja að fragga strax. Flott skot. Já, snillt skot á C-setuna hins vegar. Gæti haldið henni inn í næsta ránd. Þetta er mjög erfitt ránd til að sigra. En Baddi fragghæðsti leikmaður hjá Neista akkurat núna. Spreyjar aðeins og C-setunu og skiptir í uspu. Málinn hins vegar kemur niður og þeir eru ekki feimnir við að taka dúrinn og í kjölfarið uppskera 11. lotuna sína. Já, 11-2 yfirbúra frammistaða hérna hjá Sögu. Kannski bara aðeins of stór biti fyrir Neista. Og í ofanálag á Inferno. Já. Það er alveg ástæða fyrir því að ég talaði það að þetta sé bold move. Já. Að velja þetta mappa því að leikurinn getur svo hæglega farið svona. Það er náttúrulega, við höfum líka Inferno mappið sem við höfum líka séð klikkuðustu comeback á. Já, vissulega. Það getur verið mjög momentum-based stundum en Saga ætlar ekki að gefa séns á því. Nei, það virðist ekki vera. Vissart komur þetta yfir í Marko og búin að taka heilmikið map control en senastu 2 leikmennir eru bara fastir inn í boiler og Baddi 1 eftir 5-7 í höndunum og leikmenn eru bara búin að koma sér í burtu nær einu fraggi en þau hafa yfirleitt verið bara stök. Nær að skipta í aknáin, kannski nær að halda, nei, Vissart komur í bak og þar með 12. lotan komin í höfn. Já. Vissart nær tímasetninguna þarna og hann sógar henni ekki, tengir kúluna beint í haus. Svo cozy pace sem Vissart í. Ekkert eðlilega. Þetta er bara, minnir mig bara svona teddy bear. Já, það er örugglega fáir á þessum server sem að líður jafn vel í alvörunni. Já. Núna og Vissart. Örugglega fáum leikmönnum í Neista. En það er hann að mál. 12-2 staðan akkurat núna og já, ég held að Saga sé bara ekkert að fara að taka fótinn af bensíngjöfunni. Mozart opnar þetta á balla og það gæti verið senasta rándið í þessum leik hér. Þessum mappi allavega. Mozart, hann er einu tilbaka. Mozart. Vá, ég held að þetta hefði verið skotið hjá Vissart gegn smókin sem að skila þessu fraggi. En Robby núna að stilla upp hérna fyrir framann smókin en þar eru liðsmenn Sögu tilbúinir að taka mótunum. HT finnir þá fellu og það eru 4 á 1 hérna til að klára hann leik. Daffi, getur hann gert eitthvað? Nei er svarið. 13-2 og Saga standa uppi sem sigurvegarar í þessum fyrsta leik kvöldsins. Já, bara ákaflega, þetta var svona, hvað á maður að segja? Þetta var svona formsatriði fyrir Sögu að stimpla sig inn með sterkan sigur í fyrsta mappi að sjálfsögðu. Við tökum það fram, bara 13-2 sigur í fyrsta mappi á móti liði sem að þeir eiga bara sigra. Ekkert sérstakt sem við sáum frá Neista fyrir utan svona nokkra fléttur. Það var nokkur sem að defaultið var að virka hjá þeim og þeir voru að landa hana einu rándi, hitta bara Rösbjö. Já. Ég fílaði alveg part af því hvernig Neisti voru að kalla leikinn. Mér fannst þeir alveg vera að gera oft rétta hluti, þú veist, þeir hægðu þarna aðeins á pressinu á B, þeir voru að tapa fætinum snemma þar, fóru að setja meiri fókus á miðjuna og í apps. En svo voru þeir eiginlega bara yfirspilaðir á aðlöguninni sinni líka, þú veist, af því að þeir voru bara á móti í liði sem að var bara aðeins betra í dag, skilur við.
og þannig að ég á erfitt með að benda á eitthvað og vera bara eitthvað, vá, hvað voru þeir að spá þarna fyrir utan kannski, þú veist, þeir eru aðeins og langt á milli þarna á miðjunni og svona en svona heilt yfir supertaktíst þá var ekkert eitthvað svona bara, vá, þessi gæjar, þeir hafa aldrei snert CS en þeir voru bara á móti spilurum sem náðu að nýta tækifæri sín betur og náðu að bregðast hraðar við þeim aðlugunum sem að Neisti var að gera heldur en Neisti náði að aðlaga sig að því sem Saga var að gera. Þannig að það er bara svolítið þannig. Hvað myndir segja að vera svona besti leikmannur liði hjá Sögu svona hinga til? Sko, mér langar að setja það svolítið á Viktor. Mér fannst það að vera frekar solid. Annarkvort Viktor eða Vissart. Mér fannst þeir svona fara mest fyrir þeim í þessum leik. Stundum að góðum ástæðum, stundum að slæmum ástæðum, spreyja í gegnum smók með MP9 til dæmis. En ég myndi svolítið splitta því milli þeirra. Mér fannst þeir vera bara mjög þéttir. Þá er ég samt ekki að tala um Dóm líka, sko. Dóm átti helviti góðan leik, sko. Þetta var svona stjörnuleikur hjá Dóm. Já. Þetta var svona, sko... Faraðu ekki oft? Nei, þú veist, þetta var stjörnuleikur hjá Dóm, sko, eins og ég talaði um. Þú tókst ekkert endilega eftir honum, en hann var alltaf að gera sitt. 3K þegar reyna að komast inn á B. Já. Það var náttúrulega bara stærsta mómentið hans og þar til dæmis bara svona mistök hjá Neista í því playi, spacing, bara ekki gott spacing. Þá eru þeir bara með eitthvað til þess að vinna í af því að ef þeir strauja allir þrír bara hlið við hlið þarna út þá verður það erfiðara fyrir Dóm. En já, vá maður, ég var bara erfitt með að velja núna, sko. Ég var bara búin að gleyma Dóm, sko. Af því að hann átti svona leik þar sem maður tók ekki eftir eitthvað svona einu play sem var rugglað. Fyrir utan þetta 3K, en það var ekkert rugglað af því að hann fekk þá bara einn og einn. Hélt á banana sjálfsögðu með, gott ef það var ekki Viktor... Þeir voru að róta þetta mjög mikið. Já. Stundum var Mótstad, stundum var ATHT, stundum var Viktor, þeir voru mjög fluid, sko. En já, ég ætla Skulum gefa Dóm þetta, því hann toppaði lítiborti. Já. Dóm fekk CS2 buffið núna. Það er spurning hvort hann gerir slíkt þið sama í Dust 2 næst eftir örskamma stund. Ekki vera vant. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Já, komið blessuð og sæl og velkomin aftur. Það hörkuserja í gangi akkurat núna, Saga leiðir 1-0, þetta rétt sem það? Svona rétt hérna. Sko, maður lesa þetta ofta sko frá vinstri til hægri. Nema þú sért að lesa arabísku. Nema þú sért að lesa arabísku, það rétt sko. Það vinstri til hægri. Þú hefur ekki gerað 1-0, en þá sko, ef þú ert að lesa frá hinum meginn frá, þá það öfugt sko. En það var örugglega rétt hjá þér fyrir áhorfendur. Já. My heart goes out to the áhorfendur. Það bara þannig. Allavega, þeir voru algjörlega bustaðir í Inferno. Við erum hins vegar að fara í Dust 2 og eitt sem að mér langar að benda á svona strax út af því að þetta dálítið volatile fyrir sögu og hérna, ég hef dæmt lið fyrir þetta margoft í fortíðinni. Það það að lið sem að pikka Dust 2 og eru Dust 2 lið upplægin, þau eru mjög susceptible fyrir uppsetti. Af hverju? Þetta eitt mest puggy map sem þú finnur á jarðríki. Já, þú þarft að vera agaður til þess að spila þetta competitively og allt liðið þarf að vera agað. Það er svo stutt í einhvern veginn, það er það skemmtilega við Dust 2 og ástæðan fyrir það er besta deathmatch mappið. Já. Það er svo stutt í allt play. Já. Þetta er bara svona, ég stend á sjórtinu, ég get tekið sko 2 skref í þessa átt og þá er ég með línu inn á A, þú veist. Eða þá ég get tekið 2 skref í þessa átt og þá er ég með línu niður í neðra, skilurðu. Herri, ég stend hérna við Double Doors. Hvað ef ég bara svona lauma mér á Xbox, þú veist? Og þetta er svo freistandi að þetta skorar rosalega mikið á þessa hæfni á að gera ekki hluti á réttum tímum. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að það hendi sögu betur. Þeir eru náttúrulega að pikka þetta. Þeir eru að koma af stórum sigri. Eru þeir að fara að koma of kókrustir inn í þennan og það er að fara að vera of mikið af einstaklingsplayum. Við höfum talað það áður með Wizard, Viktor, ADHD, allt svona svolítið stjörnuleikmenn, fíla með einstaklingsframlagið og svona. Gætu við séð aðeins svo mikið af því að lauma sér inn í leikinu þeim? Þá getum við hort á tækifæri fyrir næsta. Það getur nefnilega alveg verið og líka það sem dálítið óskrifað blað í næsta er að við sáum til dæmis Ravens. Vappin hjá þeim fékk rosalega lítinn sítjáleik til að brúka byssuna en væntanlega fær örlítið að kaupa hana meira í báðum sætum í Dust 2 og fara að sýna okkur eitthvað út af því að yfirleitt þegar maður spyr þess að vappa bara hvernig að spila á móti þessum þá veit hann svona nokkurn veginn hvað hann að fara að gera, hvernig getur counterað og svo framvegis. Ravens dálítið svona, vitum ekki alveg 100% hvað hann að fara að gera, er hann að fara að sýna okkur eitthvað skemmtilegt, en annað með þetta vappa svona umtal, double vappa setupið hjá sögu er ekkert eðlilega sterkt. Nei, og er líka sko ennþá sterkara í samhenginu sko þegar þú ert ekki að spila á móti rifflum sem að líður vel að taka dúlið á móti þér. Þú veist, og þar kemur Pre-Fire náttúrulega bara mjög sterkt inn og það er eitthvað sem að við á Íslandi, eða þú veist allavega flestir CS-spilarar á Íslandi hafa ekki æft eins mikið og þeir kannski ætti að gera. En það ánáttúrulega koma þegar þú ert komin á þetta hæsta level að þá áttu að vera með Pre-Fire aim fyrir allar helstu línur. Já. Þannig að ef þú færð double vappa setup á móti þér þá getur þú slögt í því af því að þá ertu bara að fara að Pre-Fire á allar helstu línunar. En ég held að Nisti sé ekki með getuna til þess að gera það. Já, það er nefnilega það sem að við þurfum að fara að sjá hérna áhugavert samt að þeir eru að komast inn á bíðina en hvað er að gerast hér? Bomban! Kemst hún inn á Dom, er á harða hlaupum. Kemst hann út hurðina, já, gerir það. Þannig að sprengja hérna út hurðina. Bara skotin hann Baddi, 1-2. Þeir eru hásbreytt frá því að komast í burtu frá honum í rauninni, bara flýja í burtu. Reyna að koma þessari bombu niður, fá auka peningin og setja pressuna meira á Badda í þessari stöðu. Mozart heldur línu þarna, spottar út Badda en kemst upp á sjortið. Bomban komið niður. Kittið með þessa upp á, þannig að Baddi er í góðri stöðu. Eva nær frökkunum, Dom hausaði niður. Það verður að hitta sér skotum samt. Gotta hit those. Já, það er svolítið þannig. Snýr sig við þarna, reynir að finna Dom. Það er Mozart sem lokar þessu. Þetta var hársbreytt frá því að fara til fjandans þarna fyrir sögu.
Já, og bara vel gert hjá Nista að koma með smá bara aggression inn í pistlunar, ekki ætla bara að hanga inn á sæt og bíða eftir einhverju executi, þú reyna að gera eitthvað að fyrrabræði, virkaði næstu því fyrir þá og alls ekki langt frá því. Já, það sem alltaf svo ótrúlega gaman að sjá. Skemmtileg takkana, Lost Luck, takkarinn í 37, ATHT á skátinu núna í, við köllum þetta oft Suicide, en hljóttum að geta fundið eitthvað skemmtilega á þetta. Speedway, já. Speedway. Já, af hverju Sui? Það náttúrulega bara því að það er ákveðin áhætta að fara þarna niður. Þú ert basically að, þú vilt ekki vera lengur í þessari lotu og hoppa þarna niður. Já. Þetta er náttúrulega bara spar hérna, þannig að við veist að Neisti ná ekki miklu, en enga fellur sem koma inn, á móti kemur bara ein fella sem þeir gefa inn í mökkuna, þannig að þeir eru nú ekki að fóðra veskið hjá Sögu í þessari lóti. Efast að ATHT sé samt að fara að droppa þessum skát. Við höfum síðan svona í gennum tíðina en ATHT, hann er rosalega mikið til í að nota skátinn, bara alveg þá til hann fær bara gefins vappa eða eitthvað. Ég ætla að henda því fram að ég veit ekki neitt spilar á Íslandi sem spila skátinn jafn mikið ATHT. Já. Furious skátt mikið. En bara í döstu. Ég meina, ég sé ATHT bara mjög oft á svo. Já. Það er bara, fyrir honum að þá er það bara góð biss. Já. En núna sjáum við, það er kaup á báðum hliðum. Lótnan fyrir aðeins hægara stað. Saga kom með control og long, þannig að það var spurning, hvað geta þeir búið til út frá því? 2 mólar komnir á bíl og smókur á horninu. Já, gott sprey þarna. Hefði geta verið örlítið betra reyndar. Og svo flass þarna fyrir long gæti stoppað eitthvað, en nei, það er Dom sem svarar og finnur batta. Þessi smókur ætti að smóka CT. Djúpu cross-smoke, þannig séð bara mjög góður cross-smoke. Molli upp og aftan á hundastegum, verið short plantið, hérna æðæri rappinn, góður fight þarna sem að Dom fær á móti Duffy og þá er... Ég vil fá boostið frá Robba þarna sko. Já, ég væri ótrúlega mikið til í það að fá smá svona laumu engulurna upp, en núna er smokið farinn og þá taka þeir fightið 3-3 akkurat núna. Komsin hafa ekki verið nógu góð þarna, ATHT bjóst ekki við Robba í hliðin á sér. Wizard. Það er Wizard, 1-2 hérna. Lost Luck og Robby að leita að einhverju, þeir ætti að vita að hvað hann er, Greinan gerir ekki mikið, en hann er hálfur. Þetta var frábælega vel gert hjá Lost Luck. Virkilega vel gert og myndi ég segja sko góðar fréttir fyrir Nista að vera að finna fyrstu lótunum sinna hérna í lótu nr. 3 en ekki í lótu nr. 7. Já. Setur á strax upp í töluvert betri stöðu til þess að taka móti einhverju. Ravens kaupir hérna skát, bara hvergi hrættur. Spurning hvort hann búist við því að vera að fara upp á móti vappanum hjá ATHT. Já, það er góð spurning. Náttúrulega getur alveg kallað þessu kaup en kannski ekki við búist að það sé vappi á ATHT. Gefa smókinu minna fyrir krossið, nenna ekki lengur að vera að taka þær skát. ATHT er búin að gera hellinga skafa en ekki komið fragg í þessum leik hinga til. Það er að reyna að fá fyrsta fraggið hér og gerir það. Ravens fallinn, það var skátinn. Þetta flatt er bara ekki gott. Nei, Lost Luck hittir ekki skotunum sinni þarna, bara einfallega geigar, nær að byrja að skjóta á undan en vinnur ekki fætinn. Mörgsmókur, grenslan er góð, Robby reynir að taka fætinn á móti Viktor. Frábær. ATHT kom með batta og A-sætið er alveg autt. ATHT bara tók A. Já. Bara 1. Já. Hann fór bara 1 út long. Hann hafði 1 pikki upp long. Hann hafði að klára defenderinn á A1. Og allan tíman á að liða hans bara að róta þetta í rólið. Ég er aðdáandi af ATHT. Hann er the definition af sigla. Já. 2 leikmenn Nista samt eftir lifandi. Gott fyrir þá ef þið ná að spara báða byssurnar og hérna myndu vissulega vilja vera að gera meiri efnahagslegan skaða hérna á Sögu en engin tækifæri til þess. Ef ATHT væri nammi, þá væri ATHT tökkur. Já. Það væri tökkur, segirðu.
Já, Væri hann þá brættur á jólunum og borðaði með möndlugrötnum með það? Já, þú veist, er það gert það? Ég borði ekki mikið möndlugröð, sko, en þarna, þú veist, það er tökkur í honum og þú veist, þetta er hörkuspílari, sigluspílari, sko. Já, sko, tökkur, það, þú veist, líka geitin sem tökkur var sem nammi á sín tíma. Já, bara algjörlega, þetta er ennþá frábært nammi til að eiga í bíó, sko. Já, en þú veist, orðið töluvert óvinsælt. Já. Maður sér ekki mikið að tökkum í dag. Mér finnst eins og fólk sé ekki lengur að virða íslenska nammi framleiðslu. Nei. Þú veist, á sama tíma þá erum við nú alveg búin að fara í flóruna þar, sko. Það er komið að 780 útgáfur af Nóa-kroppi. Já, og þú veist, já, og mikið af Nóa-kroppi, sko. Það vantar eitthvað meira svona... Bara... Þú veist, hvað varðum, þú veist, piparmyndur, tökk, skilur, bara eitthvað annað, skilur. Já. Ég, sko... Þú veist, ég leita einhverju sponsi, sko. Ég er að segja það, sko. Það er bara, if it can't be Nóa-kropp, nobody's doing it, sko. Já. Það er bara, kemur ekkert á óvart ef við fá, sko, þú veist, mango og epla Nóa-kropp hérna bara næstunni, sko. Já, bara kemur ekki óvart, bara hlýtt og bara suðrænt og seiðandi Nóa-kropp. Robby, með að við erum að tala nammi og tökkur og Nóa-kropp og Robby algjörlega að vinna vinnuna sinna hérna og... Hvað gerðist þarna, Vissar? Alveg drullaði degið! Þetta átt ekki að fara svona... Leikmaðurinn nær að draga upp degluna og Vissar er ekki búin að ná einu fraggi. Nei, og geggju tímasetningarna á Mozart fyrir píkið. Leit vel út á tímabiliðana hjá Neista, þeir gætu verið að láta ringteki virka en allt kemur fyrir ekki. Saga 4, Neisti 1. Vissart er að, já, minnst þess að Vissart sé að eiga subpar serju akkurat núna. Svona, eitthvað svona smá slen, það gæti verið að hann þurfa að opna gluggan því að þegar þú ert í svona cozy peysu, þá verður að vera kalt inn í það. Það er rétt. Það var að fá ferskt loft og nóga súrefni. Og sko, þarna, Ravens er að gera eitthvað sem mér finnst Neisti er að gera meira af. Þeir eru ekki að challengea longið. Já. Þeir eru að hleypa þeim út long og eru að spila A frá sætinu. Sem að mér finnst bara einhvern veginn ekki virka þegar þú móti liði sem er að ná að nýta sig það að eiga long-controlið svona vel. Hvað er að gerast með þetta spray hjá Mozart? Halló! Það eru nokkuð spray sem eru svona aðeins að fara í vesen hérna. Patti! Hann er með AK í höndunum. Týnda heppnin, hann þarf að finnast hér. Búinn að hoppa upp. Þessi tímastending, þeir eru að fara í kringu hvern annan. ADHD veit ekkert hvað hann er. Ekki hugmynd. Hvernig getur hann búist við honum nokkuð staðar og núna heyrir Lostlökk í byssunni. En tíminn, hann er naumur og það er ekkert kitt á Lostlökk. Hann mollar sprengju. Það er ekkert kitt! Hvað er að gerast hérna? ADHD! Hvað er ég að horfa á? Skiptur AK, grípur mollan og gefur okkur eitt líka lás, sko. Það er tökkurinn aftur mættur. Hann er geggjaður. Já, þetta var virkilega vel gert og alltaf gaman þegar spilarar gefa okkur smá skemmtun í myndavélina hérna á milli ránda. Þetta var geggjað. Þetta var líka lágmomentið, sko. Geggjað. Upp miðjuna, þetta er svona tilt upp miðju. Röstu bara upp miðju, reyna að finna frökkinn, ADHD, étuð á lifandi. Já, Vissar tekur sitt í manninn. Og þetta er ekki, sko, núna veit ég ekki, vá. Dómi komin í gegnum. Aha! Hvað er að gerast? Sleppti Tom bara ekki í tögutoftakkanum. Þeir eru konum með bombunum neyra og þeir rössuðu bara bíð. Þú veist, ADHD var að spotta, enginn hoppaði yfir. Ok, það rössuðu bara á bíð og tökur bara fætinn. Já, gekk ekki þetta play. Sko, núna veit ég ekki hvort að ég gefa Neista kredit fyrir að hafa reynt þetta play eða skamma þá fyrir að vera tiltæðir. Af því að það var alveg svona smá tiltfnikur af þessu playi, þrátt fyrir að sko formið á því sé alveg viðurkennt, þú veist, það er alveg sniðugt ef þú færð séns á því að fara upp miðjuna og reyna að taka það áður en þið fara út long, en þú verður þá allavega að smóka, þú verður að búið til einhverja óvissa um það hvort það sé einhverjinn á B eða eitthvað annað, þannig að þetta var svona
þrátt fyrir það að playið sem slíkt sé kannski gott, að þá fekk ég á tilfinninguna að það hafi verið gert í pirringi frekar heldur en af taktísku ráði. Sammála því, ég er bara algjörlega sammála því og sjáum samt að Dom, hann er aftur að dominita. 12 frögg á honum, toppfrögg á Sörurinn. Kvöldið hans. Var líka góður á móti Mouse NXT, bara svona hendaði það út að og ég talaði mjög snemma það þegar CS2 kom út og ég spilaði töluvert með Dom þegar CS2 kom út. Hann er einn af þessu leikmönnum sem ég fannst, hann væri mjög susceptible til að breyta þessum hlutverk, að fara aðeins meira í þetta space making, eitthvað svona öðruvísi hlutverk því að hann fekk bara eitthvað buff og það var rosa gaman að fylgjast með honum spila leikinn, hvað hann var fljótur að aðlagast öllu. Frábær smókurinn, betra skot, Mozart kom með fragg og Dom heldur bara áfram. Það hefur verið einum og mikið og Dom hefði einhvern veginn fundið þessa fellu. Allt kemur samt fyrir ekki. Þeir eru núna 2, Lost Luck og Bandi á móti 4 leikmönnum sögu. Og það er ákveðin keisla sem er í gangi hérna og hver er annað heldur en Viktor sem er kominn út bíð og Vissart vinnur hans klárar þetta með honum á A-inu. Það er svona virkar eins og þeir eru að hlaupa allstaðar út. Þeir eru að hlaupa út longið, hlaupa shortið, miðjuna, bíð. Það er eins og þeir ná fraggi og þeir ætla bara að standa í stað. Lost Luck þarf ekkert að standa í miðjunu, hann getur farið í eitthvað annað engul. En Vissart er komin á bíð og komin í bakið á honum. Þetta er svona eins og þið sé ekki alveg viðbúnir í það sem að Saga er að henda en ég held að Saga viti hvað sem ekkert hvað að gera. Þeir eru bara að hlaupa. Þeir eru bara að hlaupa út allt. Ná, er það ekki bara erfiðasta liðið að díla við í Dust? Bara eitthvað lið sem dettur á eitthvað tempo, það er allir bara einhvern veginn að spila sinn leik, það er allir að vinna fætana sína. Þú ert að reyna að gera eitthvað skynsamt á mótiðin, bara eitthvað, jæja strákar, hvert heldur þið sendið leikmenn núna? Já, þetta, þeir hlaupa út miðjuna, ekkert jú til. Nei, nákvæmlega. Þú veist, bara, já, ég geti sendið einhvern út miðjuna. Þú veist, ha? Þú veist, þetta, Dom! Já. Bara 180 flikkar! Viktor að spreyja á hérna, já, einmitt. Ravens, einn eftir 18 HP á honum. Smokurinn kemur hérna út, segulpíkið og Ravens allavega nær. Malta öllítið í móin, skiptir hins vegar þetta var snirtilegt skot. Þeir eru ekki hættir að hönda. Alls ekki hættir að hönda. Ravens reynir að krækja í Dom þarna, grenslan er góð en Dom helmingurinn á bombunum er ennþá eftir. Hún plöntu B, er það ekki? Hún er plöntu B og Vissart er fyrir utan lón. Ef að Ravens bara vissi. Ef hann bara vissi. Hann er bara ekki með kit til að loka þetta. Nei, og hann heyrir í grenunni á longinu. Hann hugsar það að spretta B. En já, hugsa sig betur 8-1 sögu í vil hérna. Læti vita að þetta er svona herramann, svona gentleman's agreement. Þegar þú lifir af rándið þá skellur af nokkurum svona skotum til að láta vita. Ég var öruggur allan tíma. Nákvæmlega. 8-1 hins vegar og ég held að Saga sé ekkert hættir að hlaupa út allt hérna. Og það sem ég hef náttúrulega talað það í fortíðinni, Saga eru, ef þeir finna eitthvað sem virkar, þá halda þeir áfram að gera það alveg þá hættir að virka. Núna er það hins vegar út longið og það er 4 hratt út longið. Það er enginn að mæta þeim. Spurning hvort að ég geti náðum eitthvað á krossinum, kemur spreyðing smókin, en það gerir ekki mikið. Molli á sjálfsbyggð, Viktor er farin í gegn. Með shot off. Þetta er sárt. Tala ekki að fara og ná okkur meiru hérna á shortinu. Dom að reyna að spretta einhvern veginn í bakið. Viktor er komið í gegnum smókin og á shortið á móti 3 með shot off, Tommy. Þetta er bilun. Þetta er bara algjörlega Saga á klassa. Þetta er allavega ekki nekið. Nei. Þetta er ekki nekið. En já, þetta er bara einn af þessum leikjum. Það sem að ef þú horfir á þessi tvö lið á slæmum degi hjá Sögu og góðum degi hjá Neista, þá gætum við verið að horfa á geggjaða seríu hérna. Já.
dagurinn í dag virðist hins vegar að vera bara slæmudagur hjá Nista og geggjaður dagur hjá Skugga. Og stígin og lóturnar eru svolítið að endurspegla það. Upp miðju halda þeir aftur, Duffy kominn á pálmatriðina með MP9, hann ætlar að reyna að challengea fyrir utan longið. But he has a bad time. Autosnapperinn, hún að krækja í allavega 2 frögg hér, ef ekki 3. Batti tekur dóm út, Vissar á vappanum, sjá man ekki oft á honum. Þessi grina, svo tæp að ná Batta þarna, en Vissar fær að klára þetta með deglunni. Og leikmenn Sögu eru bara að skemmta sig vel, það er bara nokkuð ljóst. Hlaupandiðin yfir á með alls konar vopnum, droppað autosnapper. Skrítið að vera ekki komið skinn á autosnapper sko. Það er eitthvað sand, eitthvað sandfólist eða eitthvað. Hlýtur að eiga eitt sand dune hérna. Já, þetta er sanddún, víst, ég á það ekki. Það er vist rosalega sjaldgæft í Factory New. Aha. Já, svo hef ég heyrt. Ravens kom með. Heyrðu, Ravens! Voruð þið með sko 3 autosnappera að spamma það? Það er ég. Já, þá kemur aggressunni hérna upp miðjuna, Lost Luck búinn að finna 1, Duffy búinn að finna 1 og það er bara ATHT sem er hérna eftir en hann er búinn að finna The Lost Luck og það verður nú að segjast að það myndi eiginlega bara bæta gráðan og svart hérna ef að Nisti tapar þessari lúti. Nei, það getur ekki verið. Batti challengear með skápinum. Þetta var snirtilegt skot og 10-2 samskonar skor og var í Inferno. Og hérna reyna þeir að gera örlítið betur. Það fer allt eftir hvernig Nisti ætlar að höndla þetta pistol round. Já, og svo er bara eftir þennan leik að þá er mikilvægt að Nistamenn horfi á þennan leik tilbaka, átti sig á hvað þeir voru að gera mistök, komið síðan tvíeldir inn í næsta leik. Inferno 100%. Þeir geta lært ótrúlega mikið af Inferno. Og ég meina, þetta er alveg langt mót, skilur við. Það er alveg mikið eftir á þessu móti. Þannig að það koma tækifæri fyrir þá til þess að gera betur. Ravens opnar þetta þarna en Vissard svarar með 2. Dóm hjálpar honum Vissard algjörlega á eldi þarna í lower. Þetta var snirtileg skot hjá Vissard. Yfirvegaður, alveg út í gegn. Já, 4 frögg í einni klippu. Ég get ekki gert það. Ég bara ströggla með það á móti bottum sko. Bara virkilega vel gert og þetta er það sem ég er að segja. Ef þú lendir á móti Sögu í þessum gír að þá bara ef þú ert ekki Dusty Thor eða álíka að þá er bara ekkert lið á Íslandi sem á mikinn sjens. Það er bara 100% þannig. Þetta eru gríðarlegir CS-garpar. Kemur eitthvað play upp miðjuna hjá Vissard en það er Ravens sem að mætir honum þar. Makkan syngur og fyrsta fellan komin hérna Nista í við. Þeir strauja núna á ATHT út miðjuna en hann er með dúllutar og backup búinn að finna 2. ATHT einhvern veginn með pistlur af vopni búinn að stoppa 2 hérna í rushinu gegnum miðjuna. Rífur núna upp skátinn og leitar að einhver í gegn en þá er það Viktor mættur á snæpernum Nóvunni og þetta er það sem ég er að segja. Reynsið á þessu vopni er svo miklu lengra heldur en fólk átt að sjá. Og getur skotið úr því hoppandi og allan fjandan. En þar höfum við það 12. rándið komið í höfn fyrir að bara diffjúsa bombuna út miðju. Góð hugmynd á blaði, sérstaklega eftir að þú nærð leikmennum sem rössar upp miðjuna en ná að svara því með ákaflega góðu afturstamt hins vegar. Illa speysaðir, hann fær 1 og 1 og 1 og 1. Já, þurfa að koma þetta margir í gegn til að gera þetta vesenni. Mitt upp í smókurinn var kominn. Já. Ég vil að fleira fólk hérna taki þessa fyrirmynd og fara að spila Nóvuna meira sko. Já, veistu, ég keypti Nóva daginn eftir að við vorum að tala um þetta. Hún er þessu góð og hún er ódýr. Hún er ógeðslega. Og þú þarf bara 1 bragg, þú þarf að borga upp. Dóm með 2, hann á ekki að ná 2 þarna. Hann eiga frábæran leik, strákurinn. Teklan á Mozart hins vegar ekki að... Nei, það er Vissard sem er mættur á það hýrum einn og hann er með skátinn.
Þessi grena gerir líka mikið. ATHT, vinnur eða óvinnur, það skiptir ekki máli. Það á að reyna 360 þetta. En ATHT og Viktor núna 2 á móti Batta til að loka þessari seríu. Ef að Batti vinnur þetta, þá það sennilega bara að fara að framlengja hinu óumflýjanlega, Tommy. Virðist vera 18 HP og 2 söguleikmenn sem að standa yfir því. 12 frögg á þessum AK-47 Redline með 4 Astralis stickers. Það að fara í 14. Það er alltaf sigra. Viktor, ég er ekki nefn þessu. Viktor næri ekki að láta vélbyssuna standa fyrir sínu og þá er það bara ATHT á móti Batta hérna. ATHT sé að reyna að fela sig til þess að taka einhvern hníf á hann í plantinu. Það er það sem allir að gera. Mér sýnist það svona á öllu. Spurning hvort að Batti klýri þetta þá. Ellunir. Það gerir það. 12-3. Einu fraggi frá því að sigra leikinn, hann vill reyna hnífinn. Það vildi reyna hnífinn. Lokaði senasta leikur ekki á hnífið mitt, þannig að þeir vildu loka báðum leikjum á hnífafraggi. Já. Já, það var síðasta fraggi, var hnífar, það er rétt. Það væri sjaldgæft. Ég efast að það gæti verið að þessi í fyrsta skipti í sögunni, en ég meina, er ekki bara hægt að segja það? En núna eru þeir allir að strauja út miðuna, allan að 3. Þeir eru búin að finna fyrsta fætin, en það er Robby og Lost Luck sem að finna 2 leikmenn stögu hérna og það er yfirtala, góð yfirtala fyrir næsta akkurat núna. Það er bara ATHT 1 eftir á móti 4 og já, það er önnur lota fyrir næsta. 12-4, Saga eru alveg að missa þetta frá sér. Það er ekki nein von eftir. Engin von. ATHT búið að henda músinu sinni. Ég held að eitthvað svoleiðis þyrfti að gerast til þess að þeir fara og tapi þessu upp úr þessu. Annarkvort það eða þá að Neisti þarf bara að spila algjörlega gallalausan leik það sem eftir er og það eru fá bara atvinnumannalið á toppnum í heiminum sem að geta spilað 8 lotur í röð án þess að gera mistök. Þannig að það er ansi stórt ask. Það er risa stórt, en hérna inn á bíð ætlaður að arka. Það er enginn í vörninni, einn leikmaður fyrir utan, en góður smókur, djúpur smókur. Þjálfunar að fela sig það fyrir utan, en þetta ætti að kalla á 5. lotuna fyrir næsta sem að verður að teljast ágætis hérna miðað við hvernig staðan var í fyrri hálfleik. Já, bara næsti með eiga, þetta var skemmtilegt bjetting. Gott jútil. Já, skemmtilegt stöf. Hittin á díföltinu, hann fallinn. Það er ekki mikið að fara að gerast hér. Batti einhvern veginn í vesinni þarna. ATHT nær að bjarga M4 frá Batta inn í næstu lótu. Ósast reynir að finna hérna senasta leikmannin. Hittir hann í gegn, ákaflega vel gegn. Hittir Daffe líka. Og nær að minnka örlítið fjárhaginn sem að situr á næsta akkurat núna, en hann ætti að hugsa síns eigins fjárhag. $3,300 á 2 leikmönnum, ekki gott kaup. Gæti actually kallað fram að Neisti sé að fara að komast í 7. rándið sitt ef þeir finna þetta land. Og það er stórt ef. Ef að Saga ætlar að spila leikinn eins og þeir eiga til. Já. Já, það er allan að í þessari lótu þá eru engir Negevar, engir M29, ekkert þess áttar. Það á að vera fætin hérna á longið, en Ravens gerir bara virkilega vel og nær 2 þarna og það er þá bara vissar til varnar á longinu. 2 mönnum færri, ATHT. Þetta var snirtilega gert hjá Lost Luck. Og B-sætið er fallið. Einn í miðjunni, einn upp á A-sætinu. Mittur B-smókur, ATHT þarf að ná, hann er engum. Þeir ætla bara ekki út miðju. Þeir ætla að fara á B og allir saman. Já, góð ákvörðun. Þeir eru búin að lenda mjög mikið í því að labba inn í sögumenn. Bara allstaðar á mappinu. Náttúrulega Saga búin að vera alveg engar mikið á ferðinni í þessum leik, myndum við segja. En þá er það fyrst að við mættum við að B ætla að taka á móti þessu. Finnur bara einn, það er Daffe. En eftir standa The Lost Luck, Robby og Batti til þess að reyna að loka þessari lótu, koma næsta í 6.
6 og þú sérð fjárhægin á restinni af sögu. Það eru $0, 50, 50, 850 og 650 og ADHD situr á $50 með stóran armor og M4 en þeir eru allan að koma með lossbónus. Það er eitthvað til að tala ADHD, hann ætlar að statpatta eins og við köllum oft. Dom situr á 22 fyrir 22. Ég að segja, Dom bara búin að vera virkilega góður í kvöld. Dom, is that short for Dominator or what? Dominator. Já, þetta er náttúrulega hægt að lifa af inn á sæturum. Munum eftir því. Lengi nextlaðast á springjuradius hérna í þessu leik, Tómi. En það er spar í kortunum fyrir sögu núna og líklegt þá 7. lotan fyrir neista. Já, strax byrja að líta bara mun betur út og eru dálítið að fara á hestbaki því að Saga eru að leika sér. Þeir eru að leika sér rosa mikið. Þeir fíblust á 2 ránd. Svo spiluðu þeir hérna sparið sitt eða hálfkaupið sitt sko aðeins alvarlegar en það var ekki nóg og svo núna eru að fá kaup sem hefur fallið líka og aftur á spar. Þannig að það there's a chance, skilurðu, en ég held mig samt við það sem ég sagði áðan, það eru fá lið í heiminum sem geta spilað 8 lotur án þess að gera mistök sem að Saga verður þá að nýta sér augljóslega. Gott flast þarna, vissar hverfur af línunni en ágætt utilitna til að loka af shortið en skaðinn er gerður. Mistu þarna shortið og þurfa að smóka út, vita ekkert hvað er þar fyrir aftan. ADHD í millitíðinni fær rótið frá Dom. Loppi, hann reynir að klúra kannski aðeins of aggressíft þarna, býst við manni bak við hurðina en ADHD er bara að bíða eftir honum á CT og þá er Mittubi smókurinn kominn niður, 3 leikmenn komnir út miðjuna og það virðist sem svo að ADHD ætla að fara að lappa í gegnum smókinn. Nær það fyrsta, nær öðrum, Viktor nær þarna, þeir ná að loka leik númer 2 á hnífi. Þetta, ég ætla að kalla þetta sé einhvers konar heimsmet. Heimsmet? Já. Í einni seríu er lokað báðum leikjunum í 2-0 sigri með hnífakilli. Já. Það hlýtur að hafa gerst einhvern tímann á því. Er það? Það hlýtur að vera. Annars þá er þetta líka svona smá statti eins og þú fær stundum í NFL. Já. Sem að var eitthvað, þú veist, LaQuishawn Johnson has run the most yards on a Thursday while raining in the NFL history. Eitthvað svona, þú veist, for a left-handed player. Eitthvað, komið með svona 4 qualifierar þarna, sko. Já. Það gæti alveg vel verið að þetta sé í fyrsta skipti sem að lið sem eru kannski ójöfn á blaði mætast í best of 3 seríu, spila þessi möpp og báðir leiki klárast með hníf. Það er alveg örugglega í fyrsta skipti, sko. Örugglega í fyrsta skipti, já. Bara því fleiri svona skilirinn sem við bætum ofan. Og á 50-degi, að sjálfsögðu. Á 50-degi, sko, og líka í, Dust 2 Inferno seríu. 2 svona möpp sem að komu snemma í Counter-Strike. Örugglega búið að gera það einhvern tímann í Overpass og Kass eða eitthvað. Nákvæmlega. Það gerist í einhverju. En þetta er fyrsta skipti í heiminum sem nákvæmlega þetta gerist. Spurninga ég bara ræsi hérna upp beint á Redditið og tjekki is it an Icelandic record when 2 teams playing Inferno in Dust 2 knife kill to finish. Þetta er met. Já, bara beint í ChatGPT, sko. Líka. Við skulum setja post, sko. Dear Reddit, today in Iceland we made history. Allavega, til að tala Dust 2. Þetta var much ado about nothing. En það ekki dálítið? Jú, ég meina að þú veist, þetta var bara annar leikur, það sem að Saga var í bílstjórasætinu, myndi ég segja þokkalega allan tíman, fyrir utan þessar lotur þar sem þeir voru mjög augljóslega að fíblast. Það verður að kaupa autosniper og heavy machine guns og eitthvað svona, þú veist, Sotov og Novur og eitthvað. Neisti vissulega, gerir vel, nýtir þær
þau tækifæri til þess að taka þær lotur sem að þeir geta fengið í leiknum sem að ég verð að hrósa þeim fyrir. Þeir hefðu alveg hæglega geta líka verið farnir í eitthvað flip sko, og tapa bara þessum lotum. En annars bara svipað á í fyrirleiknum, skilur við. Þú veist, Saga var bara allavega í dag of stór biti fyrir neista. Kæfðu neistan, þannig að það verði ekkert mál. Og núna er það bara fyrir þá glóð sem að eftir í næsta liðinu að draga í sig súrefni og stækka og verða að stóru báli og koma sér að hefna sín seinna í mótinu. Eins og ég sagði, þetta er langt mót með 2 riðla, með 6 lið í öðrum, 7 lið í hinum, topp 4 lið fara áfram, þannig að það eru bæði fleiri leikir í riðlunum eftir, það eru úrslitakeppnaleikir, þannig að bara hvar vill neisti setja markmiðið sitt, það finnst mér svo ógeðslega mikilvægt í þessum mótum, sérstaklega ef þú ert ekki lið sem að að labba þarna inn og þú ert bara eitthvað, ég veit að við eigum sens á að berjast toppinn hérna, að setið þá markmið, segið þið bara, ef við náum í topp 8, þá erum við ánægðir. Skilur, þú veist, ef við endum ekki í síðasta sæti í riðlunum okkar, þá erum við ánægðir og gefa sér sko eitthvað svona achievable markmið til þess að vinna að þá bara, þú veist, hlakka ég til að sjá það næst. Já, ég bara hlakka til að sjá þetta lið þróast og spila á móti, let's face it, ekki rosalega örugglega besta liðinu í sínu riðli. Það er bara einu af þeim allavega. Fá Boys Don't Cry á móti á móti neista. Það var skemmtilegt, það var skemmtilegur leikur. Það var bara virkilega flott sería held ég. Ía, Daffi að koma tilbaka að sjá hvað það getur gert á móti sínu gamla félagslið. Allt lið sem geta tekið leikja og seríur af hverju öðru sko. Já. MVP-in hins vegar í þessari seríu. Dom. Já, hands down. Já, bara þú veist, setja bara skorinu skilur við. Þú veist, hann var bara mest impactful spilarinn þegar þú horfir á fröggin. Hann var að eiga frögg í mikilvægum stöðum. Hann var að taka á móti pússum og bara spila vel. Þannig að, þú veist... Til sem 35 eða 36 frögg yfir seríuna. Fínt. Ekki meira? Ekki yfir 20 í báðleikjum? Var hann með yfir 20 í báðleikjum? Það er spurning. Ég er að tjekka á votinu. Tjekka á því á leiðinni í burstu. Hann var allavega, þú veist, hann var flottur í kvöld. Já. Ég er bara að gefa hann það. Það eru svona eitt af þessum liðum þar sem það er alltaf 5 kandidatar til þess að taka MVP-in eða vinna. Já. Og í kvöld var það Dom. Já, tvímælalaust. Allavega, þá í kvöld segjum við það búið í bili. Á næstu þriðjudag hins vegar höldum við áfram með vormótið og það verður skemmtileg bestu 3 sería sem við horfum á þá. Takk fyrir kvöldið og við sjáumst á þriðjudaginn.